Sælir og nú ætlum við að taka smá viðtal við Íslandsmeistarann Gunnar Þór Ásgeirsson. Leiðum okkur aðeins í gegnum þetta. 2 leikir, fyrirleikurinn, allt í ánum. Engin sem var sigurvegari svona í 7. ramma. Hvað hugsar þú þegar þú komið svona langt og ert eiginlega neðstur? Ég vissi að þetta var ekki alveg tilbúið fyrir þessa kúlu, en þessa kúla var búin að koma mér í úrslitin og ég bara var ekki búin að vera með gott lúk aldrei í fyrstu leikjunum. Ég vissi að ég yrði á brattan að sækja fyrir mig, en ég ákvað bara að taka sensinn á því að þessi kúla kæmi inn fyrr heldur en hina dagana og bara ákvað bara að lifa með því og falla með því þeirri kúlu sem kom mér í úrslitin. Og bara svona annarkvæmt myndi komið ekki, en ég augljóslega vantreysti henni líka og treysti ekki að myndi beygja. Þetta var ekki tilbúið fyrir þetta, en Svo áttur náttúrulega crucial kast sem fer í Brooklyn. Já, takk fyrir að minna með það. Og að sjálfsögðu vil ég minna það vegna þess að það sem var góða við það, að þú vissir það leið og slepptir boltanum, að hann myndi aldrei vera góður. Já. Og svo fékkstu fellu, ok, það gerist, en það sem er góða við það, að leikurinn á eftir, hann var ekkert hálfkálk, hann var bara alla leiðin í vasan. Já, það var bara komin tíma á að treysta þessu og treystaði bara að setja til hægri og ég var bara erfiðleikum með að opna mig og koma honum út til hægri hérna og ég bara ákvað að byrja setjuleikinu og taka alltaf stórskauti vinstri til að tryggja að þetta myndi fara til hægri. Og það gerði það, því að þegar þú mynd sjá þetta síðar, þá eru allir boltar í vasan, eða 90% staðum. Já. Og þannig vinnur úrslitaleik. Fellir vel, kastar vel og ef þú vinnur ekki þá er ekki hægt að gera. Nei, ég var ótrúlega ánægður með köstin í setjuleiknum og eins og ég segi, mér leið vel þá líka. Það var svona spennufall. Ég eiginlega var ekki stressaður í leiknum af því að ég átti ekki skilja að vera þarna. Þannig að það eiginlega tók spennun úr mér og ég bara hugsaði með mér að þetta væri svona frímóni sem að vera að leika sig með þarna. Herri, geggjað, enn og aftur til hamingju vinur minn. Takk fyrir það. Þú ert vel að þessu séri komin. Takk fyrir það. Þá erum við komið með Íslandsmeistara kvenna. Marika, innilega til hamingju. Takk kærlega fyrir. Var þetta ekkert erfitt? Jú, svo sem. En mér fannst það bara mest erfitt bara að halda haus. Bara svona bara að klára kastið. Þú kastaðir mjög vel. Nú var ég í mjög góðri aðstöðu til að sjá. Þú kastaðir mjög vel. Já. Og þú veist fullt af fínum boltum í vasan sem skiluðu þér vel. Já, algjörlega. Hvað hugsaður, þú veist, þú ert nýbúin að vinna Íslandsmót með forgjöf og það var ekki nóg. Nei. Og hvað hugsaðu þá þegar þú komin í 3 manna úrslit? Hugsaðu, ég þarf að standa mig eða ég ætla að vinna þetta? Sko, svolítið bæði og, myndi ég segja. Auðvitað langar mér að vinna, en svona mikilvægast finnst mér bara að mæta, gera það besta sem ég mögulega get úr fyrir einasta kasti og bara leysa aðstæðunum eins og þeir koma. Og fylgdustu meira með stelpunum hinnum til þess að hvort þú gætir slappað af eða varstu alltaf á bara... Ég var alveg bara að spila mína keilu. Ég var ekkert mikið að pæla hvað þær voru að gera, heldur aðalega bara hvað kúlan mín var að gera á brautinni, hvort að ég þurfti að gera einhverjar breytingar út frá því til þess að halda mig í eins góðra lagi til að gefa mér sem stærstu séns. Já, skilji. Og, já. Breyttirðu miklu frá leik 1 til leik 2? Ég náttúrulega skipti kúlu og svo ákvað ég að bara hægja á kastinu mínu til þess að gefa mér sjálfum betri rúll í vasan. Ok, má ég spyrja af hverju skiptirðu kúlu? Af því að mér fannst hinn ekki gefa mér nóg að hann í raun byrjaði að beygja á snemma. Þannig að hann var að skilja eftir eins og 10 stakkum pinnum í staðinn fyrir að fella og ég þurfti eiginlega bara að fella til þess að halda mig í leiknum í fyrsta. Þannig að það var bara eina í stöðunni, bara að skipta og gefa mér eitthvað. Vel gert, því að það virkaði. Já, heldur betur. Þannig að þú getur alveg treyst þínu innsæi hvað þú hefur verið að gera því að það hefur verið verra, hefur skipt og tapað á því. Já. En þú gerðir hárrétt og innsæið þitt var hárrétt. Og þú ert rosalega vel að þessu sigri kominu vegna þess að þú spilaði vel í allan dag. Já, ég gerði það. Og það gefur þér svolítið mikið í úrslitin. Já. Af því þú getur haldið áfram að segja ég er búinn að kasta þetta, ég er búinn að gera þetta. Já, akkurat. Hvað tekur við? Það er náttúrulega EM í sumar og ég ætla að stefna að komast inn í Masters. Það er mitt persónulega markmið og auðvitað náttúrulega bara að liðurinn gengur öll vel og svoleiðis. Já, það er aukaatriði en við erum að tala um þig. Já. Það þýðir að það þarf að æfa. Algjörlega. Það þarf að æfa svolítið vel. Já. Og þú er til í það. Já.
Nice. hef verið. Mjög gott. Og mér líka ræktina með því og taka mataræði gegn og svona. Akkurat. Og líka hausinn. Ég hef búin að vera núna í svolítið svona sálfræði með hausinn. Já, það er gott, því að það er, fyrst og fremst er það hausinn sem klikkar. Það er ekki köstin. Það er röng ákvörðun, það er röngur bolti, það er hausinn sem að stjórnar þessu. Akkurat. Enn og ný, til hamingju og þú ert vel að þessu sigri. Takk fyrir.